Góðir fundagestir, verðið öllum velkomin. Frábært að sjá hérna fullan sal af fólki og mikið hort á okkur í streymi, sýnist okkur. Frábært að finna fyrir svona miklum áhuga á þessum kosningafundi Viðskiptaráðs. Ég vil auðvitað sérstaklega þakka forystufólki stjórnmálaflokkana fyrir að koma hingað í hörpu til okkar og taka þátt í þessu samtali okkar. Þessi fundur framlag Viðskiptaráðs til þessara kosninga. Markmið okkar að varpa ljósi á stefnu framboðanna í efnahagsmálum. Og við þreytumst auðvitað ekki á að minna fólk á að verðmæti verða til með frjálsu framtaki fólks og fyrirtækja. Þessi verðmæti leiða svo til aukina skatttekna, hvort sem að það eru fjármagnstekjur, launatekjur eða annað. Og þess vegna hagfellt umhverfi af hálfu stjórnvalda lykilatriði. Yfirskrift fundarins horfin til hagsældar og með henni viljum við beina sjónum okkar að leiðum til að auka hagsæld á Íslandi með skýrri stefnu í efnahagsmálum. Þar sem tíminn dýrmætur ætla ég ekki að taka meiri tíma. Ég ætla að koma með beint að efninu. Björn Brynjólfur, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, mun stýra hérna umræðum á eftir. En áður en ég gef Birni orðið, ætla ég að biðja Gunnar Úlfarsson, hagfræðing Viðskiptaráðs, að kynna til sögunar glænýjan kosninga-áttavita, en forystumönnum flokkana og stjórnmálaframboðinu var send hérna ítarleg könnun í aðdraganda kosningana og Gunnar mun hérna kynna niðurstöðurnar. Gjörið þið svo vel. Já, takk kærlega fyrir þetta, Andri. Kjósendur standa frammi fyrir flóknum vanda í aðdraganda kosningar. Það mikið af upplýsingum á flugi og gefin loforð ófá, en útfærsluatriðin þau eru gjarnan á reiki og þessu upplýsingaflóði má líkja við eins konar þoku sem að kjósendur þurfa að feta sig í gegnum alla leið inn í kjörklefan. Viðskiptaráð vildi leggja þessum hópi lið og aðstoða kjósendur við að skera í gegnum þokuna. Og með það fyrir augum þá útbjöggum við kosninga-áttavita Viðskiptaráðs. En áttavitin, hann síður efnahagsleg áhrif stefnu flokkana niður í sitt allra einfaldasta form. Þegar við vorum að útbúa áttavitan þá kemdum við útgáfu Viðskiptaráðs og áherslur undanfarin 20 ár, skárum svo niður og eftir stóðu að okkar mati nokkrir gullmólar. 60 sértækar spurningar efnahagsmál sem sérstaklega varða stjórnvöld. Spurningarnar sendum við allar á stjórnmálaflokkana og fengum svöru því sem við förum nánar yfir og eftir. En þessum spurningum þeim má skipta niður í 9 málefni á 4 sviðum og saman ráða þau útkomunni, það að segja efnahagsstefnu stjórnmálaflokkana. Við skulum skoða spurningarnar aðeins nánar og hvernig áttavitin byggist upp. Í hverri spurningu felst staðhæfing og flokkarnir gátu valið út 5 möguleikum, allt frá því að vera mjög andvíg, yfir í það að vera mjög hlynnt, kosið að vera hlutlaus eða eitthvað þar á milli. Hér sjáum við spurningu númer 18, þar sem fullyrðingin selja ætti hlut í Landsbankanum. Ef við tekja aðeins hitann á salnum, hvernig myndu þið svara þessu? Ekki öll í einu, en ég sé svipinn á okkur. Allavega, þá Viðskiptaráð mjög hlynnt þessari staðhæfingu og þess vegna situr Viðskiptaráð hægra megin. Ef við tökum dæmi annan aðila, algjöran uppspuna, hann Kalla, hann mjög andvígur og situr þess vegna vinstra megin á þessum skala. Í áttavitanum sjálfum svo þessum svörum safnað saman fyrir allar 60 spurningarnar á þessum 9 sviðum og heildaráhrif stefnuflokkana metin. Og með þessu þá metum við stefnuna út frá efnahagslegu frelsi. Og í efnahagslegu frelsi felst minni ríkisafskipti, minni opinber umsvif og meira einkaframtak. Þeir sem boða meira efnahagslegt frelsi sitja hægra megin, þeir sem boða minna vinstra megin.
Þá spyrjið þið, hvað með hann Einar áttavillta sem alltaf hlutlaus? Að okkar mati þá boðar hann hvorki frelsi né helsi, heldur kannski einhvers konar óvissu. Þetta eitthvað sem kjósendur verða ekki síður að vera meðvitaðir þegar þeir feta sig í gegnum stjórnmála þokuna. Þess vegna metur kosningaáttavitin einnig hversu skýra stefnu flokkarnir hafa. Þið sjáuð aftur þarna Kalla og viðskiptaráð ósammála í öllu, en eru þó nokkuð vissir í sinni stefnu og þarna hægri megin sjáuð að bæði Kalli og viðskiptaráð skora hátt þegar kemur að skýrleika stefnunar. Kalli þarna skör neðar vegna þess að hann ekki alveg viss hvernig hann vill hafa stofnanaumhverfið þarna í síðustu spurningunni. Frekar hlynntur, ekki mjög hlynntur. Einar, alltaf hlutlaus, hans stefna einfaldlega ekki skýr og þess vegna hann þarna neðarlega á þessum ás. Þegar við sláum svo þessum tveimur ásum saman, efnahagslegu frelsi og skýrleika stefnu, þá birtist okkur kosningaáttaviti viðskiptaráðs, sem þið skiljið núna nokkuð vel. En þá ekki eftir neinu að bíða, við skulum sjá hvar flokkarnir sem taka þátt í umræðunum í dag standa. Og takið eftir að framboðin raðast þarna á þessa lista með þau svör sem flokkarnir sjálfir gáfu okkur. Og þeir eru sennilega mjög forvitin að vita hvar býr nákvæmlega að baki þessara niðurstaðna, svo þá bara að gera að vinda sér í næsta dagskráarlið. Björn, gjörðu svo vel. Takk Gunnar. Við köfum núna í niðurstöðurnar og við ætlum aðeins að víkja frá svona venjunni á svona fundum og tvískipta umræðunum og mér langar að byrja á að bjóða fulltrúum þessara fjögurra frambúða upp á svið og það eru, þið megið bara byrja að standa upp og taka ykkur sæti, Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna, Gísli Rafn Ólafsson, annar maður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Ragnar Þór Ingólfsson, oddviti Flokks fólksins í Reykjavík norður og Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Ef við ekki bara gefa þeim gott klapp. Verið hjartanlega velkomin og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að taka þátt með okkur hérna í dag. Talandi tíma, þá hérna gegnt mér situr sérstakur tímavörður viðskiptaráðs, Ragnar. Og hann getur verið stundum svolítið úrillur, þannig að ég hvet ykkur til að passa ykkur svolítið á honum. Hann mun framfylgja tveimur reglum, annars vegar tímareglu sem snýr að því að þið eigið ekki meira en 90 sekúndum í að svara hverri spurningu og hins vegar andsvarsreglu. Það að segja ef eitthvað ykkar beinir gagnrýni að öðru framboði eða einstaklingi þá veitum við viðkomandi svigrúm til að svara. Ragnar mun hringja bjöllu ef þið eru komin yfir þessi mörk og mér heyrist ég komin yfir mín mörk þannig að þá höfum við ekki fleiri orð það. En þá bara byrjum við aðeins að skoða hvað veldur þessum niðurstöðum og fyrsti málaflokkurinn sem okkur langaði að skoða og þið sjáuð líka á skjánum fyrir framan ykkur eru skattamál. Og þar spurðum við að 6 spurningum og fyrstu 4 af þessum 6 snúa allar að skattalækkunum og við vildum kanna afstöðu ykkar til þeirra og við spyrjum lækkun bankaskatts, fjármagnstekjuskatts, fyrirtækjaskatts og tryggingagjalds. Og síðan koma 2 sem eru meira svona kerfisbreytingar sem viðskiptaráð hefur talað fyrir í gegnum árin. Annars vegar að sameina þrep virðisaukaskatts eða minnka allavega bilið þar á milli og fækka undanþágum og hins vegar að afnema eða draga úr tollum á innflutt matvæli. Og hér sjáum við kannski að Vinstri græn gætu jafnvel heitið Vinstri rauð vegna þess að þeir eru ansi mótfallin allavega skattalækkunartillögunum. Þannig að mér langaði kannski að byrja á þér, Svandís, og spyrja hvort það sé einhvern tímann tilefni til að lækka skatta að ykkar mati. Já, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir tilefnið hérna og þennan mjög svo hlutlausa ramma sem að viðskiptaráð dregur upp með skrípamyndum af Karli Marx og skala og mælingum sem að eiga að vera algjörlega faglegir, bara áhugavert. Og þetta svona partur af því hvernig sérhagsmunaöfl eru að taka sér rými, skilgreina umræðuna og ákveða hvað er mikilvægt og hvað ekki. Vegna þess að það að tala skatta svona
eitt og sér í raun og veru þá maður að forðast það að tala heildarsamhengið. Við erum að tala það að fjármagna samneysluna og fjármagna samfélagið og gera það með sanngjörnum hætti. Þannig að skatta má lækka þegar að þeim skilyrðum fullnægt að ríkið sé full fjármagnað og auk þess þarf að nýta skattkerfið til þess að jafna kjör. Það á að létta byrðar af þeim sem eru efnaminstir í samfélaginu á kostnað þeirra sem mikið hafa og eru ríkir. Það okkar afstaða. Vinstri rauð. Takk Svandís, þið eru með rautt líka í myndmerkinu. Já, þakka þér fyrir það. Það bæði vel við. Mér langaði að spyrja þig líka, Gísli. Þið eru þarna fylgjandi því að breyta virðisaukaskatti og afnema tolla. En þið eru skeptískari kannski á lækkun skatta. Svona, hvernig myndir þú lýsa stefnu Pírata í skattamálum? Í skattamálum þá horfum við á það að lækka byrðirnar á þeim sem minna mega sín og meðan að þeir sem að breiðari bökin hafa að þeir taki virkari þátt í því að fjármagna það sem að þarf að fjármagna í ríkisrekstrinum. Þegar kemur að þessum mismunandi sköttum að þá höfum við til dæmis talað fyrir þrepaskiptum fjármagnstekjuskatti. Við höfum líka talað fyrir því að virðisaukaskattur ætti í einhverju mæli að fara til nær samfélagsins þar sem að hann þar sem verið að borga fyrir þjónustu og vörur og þannig tryggja betri fjármögnun sveitarfélaga sem nokkuð sem að þarf að gera. En við erum hins vegar sammála því að það má alveg skoða það að fækka undanþágum í virðisaukaskattinum, jafnvel skoða það kerfi alveg upp á nýtt, hvernig þetta skilgreint mismunandi þrep og annað. Við höfum til dæmis talað fyrir því að hækka virðisaukaskattinn á ferðamennsku ferðageirann, hann í lægra þrepinu núna, en við höfum talað að fara með hann upp í efra þrepið. Þannig að það svona, við viljum horfa á þetta heildstætt og reyna að tryggja það að hægt sé að reka ríkið á skilvirkan og góðan hátt. Ragnar, spyr þið næst, þið eru hérna 4 flokkar sem vilja lækka tryggingagjaldið. Hvers vegna viljið þið lækka það? Hver hugsunin þar? Ég vil nú byrja að taka það undir með Svandísi hérna. Mér finnst ég vera svolítið svona, eins og ég sé trúlaus að fara í fyrstu messuna. Já. Eða í sunnudagsskólann. Þannig að, en hefur þetta í gegnum störf mín í verkalýðshreyfingunni áttu þetta samskipti við viðskiptaráð og aðra hagsmunaaðila og þekki þetta umhverfi ágætlega. En varðandi tryggingagjaldið að þá finnst okkur að það eigi að skoða að lækka tryggingagjald á lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru fyrir í erfiðri stöðu á fákeppnismarkaði. Varðandi bankaskattinn að þá höfum við þetta lagt til að eigi að hækka bankaskatt þegar hann var hækkaður eða nýfaldaður árið 2014 úr 0,04% í 0,37%. Þá gerðum við úttekt á því í VR og það kom í ljós að hvorki arðsemi í fjármálakerfinu í þjónustugjöld eða annað hækkuðu við nýföldun á bankaskatti. Reynda var fjárstyrktarskattur lækkaður 1% en hann var hækkaður árið áður í 1 ár. En aftur þegar árið 2020 þegar bankaskatturinn lækkaður niður í 0,14 að þá gerist það að þjónustugjöld var að hækka, útibúum fyrir að loka, þjónusta skert, arðsemi hefur aukist og náði hámarki núna á 3. ársfjórðungi hjá bönkunum og bara í ljósi þess hvað bankarnir að skila í hreinu vaxtatekjum og þjónustugjöldum eitthvað 145 milljarðar sem eru 2 Grindavíkur ef við miðum þetta við uppkaup á öllu húsnæði í Grindavík á tímum þegar allir eiga að standa saman. Nú Ragnar og óþolinmóður nafnið þinn. Þá þarf að skoða það sérstaklega. Róbert, takk fyrir þetta. Takk. Og ef við þá endum að þér í þessum flokki, Sigurður, þið Framsókn kannski staðsetur sig gjarnan sem miðjuflokk sem getur unnið kannski bæði til vinstri og hægri. Út frá þessum svörum,
Þau eru dálítið rauð sem kannski myndi maður ætla aðeins til vinstri. Myndirðu segja að þið séuð aðeins vinstra við miðju í skattamálum eða í miðjunni eða hver er svona ykkar sýn á þetta? Ég myndi bara vilja segja miðað við 60 spurningar sem þið skilgreinið og búið til að þá sé miðjustefna þar sem við erum að verja samfélag kallað óvissa. Það vantar skýrleika, það vantar meira frelsi en það getur bara verið undirstaða þess að við séum að vera með gott samfélag. Og þá vil ég bara benda á hvað við höfum verið að gera. Á þessum 7 árum sem við höfum verið í ríkisstjórn þá hafa til að mynda kaupmáttur meðalheimilis vaxið 800.000 frá 2017 og það að teknu tilliti til vaxtagjalda. Við höfum séð fjölgun starfa upp á 26.000 á þessum tíma sem sirka íbúafjöldin í Hafnarfirði og Kópavogi í tótal. Við höfum séð að ef við höldum áfram á þessari leið, það er að segja miða við núverandi skattafyrirkomulag og þess vegna segjum við ekki alltaf breyta því núna, ef við náum þessari mjúkulendingu þá séum við á næstu 10 árum að mati OECD að fara að fjölga hér störfum 40.000. Og að við séum að tvöfalda hagkerfið á 28 árum og meðan að evrusvæðið mun taka 50 ár í það sama. Þannig að ég segi, við ætlum ekki að breyta þessari uppskrift sem að ganga vel. Við segjum hins vegar að þegar við erum búin að ná ríkissjóði jafnvægi og það hægt að gera það jafnvel fyrr heldur en fjármálaáætlunin bendir til, að þá munum við vilja lækka skatt á mat og við viljum líka skoða að lækka skatta á atvinnu og þess vegna tryggingagjaldið þarna með þessum tiltekna hætti, útfærslan, hvort að það ætti að vera þrepaskipt, minna fyrir lítil fyrirtæki eða bara lækka það til þess að auka samkeppnishæfni til lengri tíma, það er annað mál. En núverandi aðstæður, höldum áfram á þessari braut, okkur gengur vel. Kærar þakkir öll, nýr málaflokkur, regluverk, þar eru 6 spurningar í viðbót, þar sem við erum aðeins að kanna afstöðu framboða til regluverks umgjarðar atvinnulífsins. Og fyrsta spurningin snýr að forgangsréttarákvæði kjarasamninga, þar sem stjórnvöld skylda fyrirtæki þá til að ráða veita fólki forgang sem í tilteknu stéttarfélagi. Annað viðmiðunarmörk í samrunamálum sem mun lægri hér en á öðrum Norðurlöndum. Í þriðja lagi lagakvöð jafnlaunavottun sem hefur komið aðeins í umræðuna núna síðustu misseri. Og síðan eru þarna spurningar nr. 4 og 6 snúa að loftslagsmálum. Annars vegar hvort við eigum að ganga lengra en Evrópusambandið þegar kemur að aðgerðum til að draga úr útblæstri og hins vegar bann við innflutningi á bensín- og dísilbílum. Og síðan síðasta spurningin sem við sáum í þar síðustu kjarasamningsdeilum heimildir ríkissáttasemjara varðandi til dæmis miðlunartillögu. Hérna erum við með vinstri græn eða rauð aftur skera sig aðeins úr sem bara áhugavert. En mér langaði kannski að byrja á Pírötum núna. Þið eru þarna ein andvíg því að auka í heimildir ríkissáttasemjara í kjaradeilum. Eða ekki ein, þið eru 2 í rauninni með vinstri grænum. Eru þið ánað með fyrirkomulagi á vinnumarkaði eins og það í dag, þið hjá Pírötum? Ég held að það sé alltaf hægt að gera betur heldur en við erum að gera í dag og við þegar koma að því að auka heimildirna þá vorum svona frekarandi eða svona ljósrauð held ég að liturinn sé hjá ykkur. Það sem að við horfum á þar að það þarf að tryggja að það sé réttlátt umhverfi utan það þegar verið að gera kjarasamninga og það hefur verið því miður allt og mikið það að það þurfa að fara í verkföll til þess að ná fram kjarabótum. Við sjáum bara í dag eru kennarar til dæmis í verkfalli, læknar að fara í verkfall. Við þurfum að hafa aðrar leiðir heldur en bara það að fara í verkfall og fara í harðar deilur. Og þar kannski ekki endilega að auka heimildir ríkissáttasemjara en allavega að auka vægi þess hvernig hann eða hún getur þá komið inn í kjaradeilurnar fyrr, myndi ég halda. Svandís, þið eru mjög fylgjandi því að ganga lengra en Evrópusambandið í samdrætti gróðurhúsalofttegunda. Við á viðskiptaráði höfum verið að benda á að ef við ætlum að ganga lengra en aðrar þjóðir þá muni það fela í sér íþyngjandi kvaðir á samfélagi sem draga muni úr lífskjörum. Aldrei of langt gengið í þessum efnum?
Það bara gríðarlegt áhyggjuefni hvernig vestræn samfélög og þessi neysludrifnu samfélög eru að standa sig í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það áhyggjuefni að markaðssamfélagið, kapitalisminn í sjálfu sér virðist vera sérstakt eldsneyti í því að auka losun. Þannig að við þurfum sem mannkyn að horfast í augu við það að þetta upplegg sem að við erum að byggja okkar samfélög á, það gengur ekki til lengri tíma. Við erum að ógna vistkerfum jarðar, við erum partur af þeim, við erum nú ekki merkilegri en það og ekki einu sinni viðskiptaráð, að við þurfum á vistkerfum jarðar að halda og þeim stendur ógn af losun gróðurhúsalofttegunda og loftslagsváni í heild. Þannig að hvort sem að það tengt hér við það hvað Evrópusambandið gengur langt eða eitthvað annað, þá það svo að við göngum ekki nógu langt frekar en nokkurt annað vestrænt ríki. Við þurfum að ganga lengra til þess að eiga von fyrir komandi kynslóðir. Hérna liggur beint við að spyrja þig, Ragnar, vegna þess að þið eru á alveg öndverðum meiði í loftslagsmálunum. Þið eru mjög fylgjandi því að ganga ekki lengur en Evrópusambandið og leyfa áfram innflutning á bensín- og dísilbílum. Hver svona ykkar afstaða í loftslagsmálunum? Ég held að við stöndum, við stöndum auðvitað bara mjög vel þegar kemur að grænni orku. Við höfum verið fylgjandi því að virkja meira. Við erum reyndar á móti vindmyllugörðum og að banna innflutning á jarðefnaeldsneytisbílum eitthvað sem að hugnast okkur alls ekki. Þetta líka í eðli sínu kjaramál. Við vitum það að fólk í lægri tekjuhópum hefur kannski ekki efni á að kaupa sér rándýran rafmagnsbíl og það þarf að taka tillit til þess líka. Ég sé hérna aukætti heimildir ríkissáttasemjara, ég hlýt að hafa verið hálf sofandi þegar ég svaraði þessu, en auðvitað ég alfarið á móti því. Það ætti frekar að efla verkfallsréttinn hjá stéttarfélögum og allt tala það að hér séu allt logandi í verkföllum. Lítum í kringum okkur, löndin í kringum okkur. Hér var nú bara hópur frá Bretlandi að koma frá fyrirtækinu Bakkavör að krefjast mannsæmandi launa sem hægt að lifa af. Og ég bendi bara á það að VR hefur farið einu sinni í verkfall frá 1988, stærsta stéttarfélag landsins, einu sinni, og það stóð yfir í 1,5 sólarhring. Það var árið 2019. Þannig að það bara mjög mikilvægt að verja allar heimildir stéttarfélaga. Við sjáum hvað það hefur haft áhrif á kjör heimila og kjör fólks sem aftur skapa hér verðmæti og halda upp í viðskiptalífinu í þeim löndum þar sem hefur verið gengið á rétt stéttarfélag til verkfallsheimilda. Takk. Takk, Ragnar. Má ég kannski bara, já, ekkert mál, gjörðu svo vel. Því að Ragnar var svona hress að fara bara í hina spurninguna líka, þá ætla ég að gera það líka. Og bara örstutt, það að auka heimildir ríkissáttasemjara í kjaradeilum verður að mínum mati aldrei gert nema í fullri sáttu við verkalýðshreyfinguna. Það eina leiðin til að gera það og það verður ekki gert bara með pólitísku afli eða með þrýstingi frá atvinnurekendum, heldur einungis í samráði við verkalýðshreyfinguna. Þetta var mitt innspil í það. Takk, Svandís. Sigurður Ingi, þið eru með afstöðu þar, þið eru mjög fylgjandi því að auka þessar heimildir. Þið skilið hins vegar auðu þegar kemur að til dæmis jafnlaunavottun eða eru hlutlaus, vantanlega til í að bara skoða hvort sem Kannski að þú ert til í að upplýsa okkur aðeins kannski þessi 2 mál. Heimildir eins og kannski þarna kemur fram, þá styðjum við það að við séum ekki með óþarfa íþyngjandi reglur, en hins vegar bendum við bara á að við erum sjálfstæð fullvalda þjóð og getum tekið ákvarðanir bara fyrir okkur. Við erum auðvitað hluti af EES-samningnum, þar eru ákveðnar reglur, það yfirleitt eitthvað svigrúm sem við getum tekið tillit til, sumir kalla það gullhúðun, þegar það verið að leggja á íþyngjandi hluti. Við erum ekki ósammála því að það er óskynsamlegt að gera það. Hins vegar getur vel verið að það sé einhverjar aðstæður á Íslandi sem kalla á að það sé skynsamlegt að Íslands hálfu að taka einhver aðrar ákvarðanir, eins og varðandi hvort við að ganga lengra í að draga úr útblæstri eða einhverjar samrunareglur eða eitthvað slíkt. Þá þurfum við bara að meta það sjálf.
varðandi bílana til að mynda þá erum við með það í aðgerðaráætlun að banna innflutning frá 2030. Það hefur verið til skoðunar að flýta því. Það verður auðvitað að meta það en við erum með gríðarlega mikið hvatakerfi þar inni í dag, búin að vera að verja verulegum fjármunum og ná gríðarlegum árangri í að skiptum orku á bílum. Við erum komið 55.000 og þar af 30.000 rafmagnsbíla. Þannig að varðandi jafnlaunavottunina, þá segjum við bara einfaldlega, hún hefur gagnast ábyggilega einhvers staðar ágætlega. Hún hins vegar verulega íþyngjandi fyrir mörg minni fyrirtæki. Við erum í kjarasamningunum í vor, þá settum við á laggirnar starfshóp sem varðar virðismat starfa, þar sem ég held að muni ná miklu meiri árangri sem er í þessa veru og þá er spurningin hvort að við eigum að vera með svona tvöfalt kerfi sem augljóslega er íþyngjandi fyrir atvinnulífið, minni fyrirtækin, eða hvort við eigum að treysta því að það þurfa að gera eitthvað annað. Og ríkissáttasemjari bara örstutt, það hlýtur að vera gagnlegt fyrir alla aðila, hvort sem eru launagreiðendur eða launþegundur, að það sé skynsamar reglur á markaðnum og hluti af því að búið til skynsamt kerfi er að ríkissáttasemjari hafi meiri völd. Og að segja örstutt loftslagsmálin, það sem verðum að hafa í huga er að við höfum ekki verið að standa okkur. Hvorki við inn í Evrópa, útblástur hefur verið að aukast sem þýðir það að kröfurnar sem við þurfum að setja á okkur til þess að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins aukast ár frá ári. Það hafa hækkað 1% bara núna úr 7,1% yfir í 8% á ári bara núna á síðustu 2 árum. Þetta þurfum við að tækla og þess vegna er mjög mikilvægt að við gefum ekki neinn afslátt þegar kemur að því að tækla loftslagsbreytingar. Ég hef sjálfur unnið við að fara á hamfarasvæði og séð afleiðingarnar þar sem þær eru að gerast og við sjáum nú bara skelfilega myndir frá til dæmis Spáni þar sem við erum að sjá hvaða áhrif þetta er að hafa hér nálægt okkur. Takk Gísli. Síðasti flokkurinn sem við vildum spyrja ykkur er svona stofnanaskipulag, eins og við köllum það, sem er mjög spennandi orð, en svona við erum aðeins að kanna hvernig sjáið þið svona ríkisvaldið eða hið opinbera fyrir ykkur þegar kemur að svona rekstri og skipulagi. Og við spyrjum út í aftur 6 atriði. Við spyrjum í fyrsta lagi hvort leggja ætti niður embætti umboðsmanns skuldara, í öðru lagi hvort að ríki að hætta rekstri á TFR. Í þriðja lagi er svona hagræðingartillaga sem hefur verið lögð til nokkur sinnum í gegnum árin sem er að sameina sýslumannsembættin í eitt, eins og skattaumdæmin voru sameinuð í eitt. Í fjórða lagi fjölmiðlanefnd verið lögð niður og lögbundin verkefni hennar færð annað. Í fimmta lagi að réttindi opinberra starfsmanna verið færð nær almenna vinnumarkaðinu hvað varðar starfsöryggi og síðan í lokatillagan sem hefur verið lögð held ég til 6 sinnum á 23 árum sem er að fækka heilbrigðisumdæmum úr 9 niður í 1. Hérna langaði mig að byrja á þér, Sigurður Ingi. Þið eru fylgjandi 2 af þessum málum, sem sagt jöfnun þessara réttinda á vinnumarkaðnum og þessari svona umgjörð heilbrigðiseftirlitsins að fækka þessum umdæmum. Var þetta eitthvað sem þið rædduð í ykkar ríkisstjórn eða er þetta eitthvað sem svona hvers vegna til dæmis, hvers vegna verður þetta ekki að veruleika? Ég held að varðandi einföldun og heilbrigðiseftirlitinu sé skynsamleg aðgerð en einhvern veginn hefur aldrei verið farið skynsamlega í að reyna að gera það. Það þýðir að þú þarft að setjast niður og tala við sveitarfélögin sem að reka þetta kerfi í dag með lítilli aðkomu ríkisins og reyna að finna út af því hvernig þetta virkaði einfaldlega best. Og ég held að það sé skynsamlegt. Á meðan til dæmis varðandi að sameina sýslumannsembættin eitt og kalla það hagræðingaraðgerð að færa allt fullmektigt vald ríkisins til á eitt stað. Þá segjum við í Framsókn, það er mikilvægt að í landshlutunum sé einn starfsmaður ríkisins sem að sé fulltrúi ríkisins á staðnum. Og við segjum að þetta bara skiptir máli fyrir þessa fullveldis hugsun hvers landshluta. Og hafi ekkert með hagræðingu að gera. Það sé hægt að gera hana inn í kerfinu með því að láta sýslumannsembættin starfa saman. Varðandi atvinnumarkaðinn, þá var þetta aftur og ég nefndi hérna með ríkissáttasemjara, er ekki skynsamlegra fyrir okkur ef við erum að reyna að búa til einn atvinnumarkað þar sem fólk geti ferðast á milli með þekkingu og getu og nýtt kraftana að þessi markaði séu líkir. Við erum búin að vera að jafna lífeyrisréttindi, við erum búin að vera að jafna laun, ef við þá ekki líka skoða
kjör og starfsréttindi, ekki það sem að hluti af deilunum einmitt snúast í dag. Þannig að ég held að það hljóti að vera skynsamlegt. Þannig að stóra myndin þessi, ég held að við eigum að hagræða það sem það skynsamlegt, við eigum að passa upp á að samfélagið okkar fúnkeri þar sem að við eigum að verja það, en við eigum ekki að ganga í eina átt bara á grundvelli hagræðingar eða bara á grundvelli einhverja öfga. Minni öfga, meiri framsókn. Gísli, Píratar eru almennt fylgjandi svona einföldun og þið talið mikið um svona stafræna væðingu í opinberum rekstri. Ef við höldum áfram með sýslumannsembættin, svona þær tillögur sem hafa verið lagðar til ekki að sýslumannsembættin fari úr landshlutunum, heldur að þetta sé ein rekstraleg stofnun, það sé verið að sameina upplýsingatæknikerfi og slíkt, en engu að síður eru þið hlutlaus. Var þetta ekki svolítið eitt af erindum Pírata í upphafi? Hefur eitthvað breyst hjá ykkur núna? Við erum, eins og þú bendir á, mjög fylgjandi því að nýta til dæmis stafrænar lausnir til þess að ná fram meiri skilvirkni og líka með því að nýta meiri stafrænar lausnir. Þá er líka hægt að dreifa því hvar vinnan við að vinna úr þeim lausnum síðan er. Þegar kemur að sýslumannsembættunum, þá er það dálítið flókið eins og Sigurður Ingi bent á að það er líka spurning valddreifingu og við Píratar höfum líka verið horfum mikið á því hvernig valdi dreifist og hvort að það ætti að vera á einhverjum einum einstakling, erum við þá með sýslumann Íslands eða erum við með marga sýslumenn og hvernig dreifir hlutverkunum. Ég held að þetta er hlutur sem að þarf að skoða mjög náið áður en að farið í svona stórar kerfisbreytingar. En að sjálfsögðu það þannig að þegar kemur að því að reka svona hluti, skipta málum, hver er að vinna hvað og allt annað, það er að ná fram ótrúlega miklum sparnaði í rekstri ríkisins og þannig viljum við til dæmis skoða allt kerfið, ekki bara sýslumannsembætti heldur önnur kerfi, heilbrigðiskerfið og annað, hvernig getum við náð fram þessari hagræðingu, ekki bara með því að það sé bankað upp á hverju hausti og sagt þið þurfa að skera niður 1% eða 2%. Þessi jafni niðurskurður, aðhaldskrafa eða hvað við viljum kalla, það virkar ekki. Við þurfum að horfa á skilvirknina, við þurfum að horfa á það hvernig við nýtum tæknina, nýtum öðruvísi aðferðir til þess að ná fram þessum sparnaði í ríkisrekstri sem ég veit að er ykkur mjög kær. Takk. Ragnar, þið skerið ykkur dálítið út með heilbrigðisumdæmin eða heilbrigðiseftirlitið. Getur eitthvað skýrt fyrir okkur? Hvað er þar að baki? Ég held að rökin sé bara svipið eins og með sýslumennina að það skiptir bara máli að landshlutirnar hafi umboðs og skýra heimildir hvað varðandi eftirlit, heilbrigðiseftirlit. Hvað varðar réttindi opinberra starfsmanna, við höfum verið fylgjandi því að jafna réttindi. Eins og Sigurður Ingi kom hér inn á, þá voru stigin stór skref í kjarasamningunum 2015 að jafna lífeyrisréttindi. Ég myndi frekar segja að ástæðan fyrir því að við erum frekar sammála er að þetta auðvitað ekki bara snúa starfsöryggi, heldur líka eins og til dæmis önnur réttindi sem opinberir starfsmenn hafa fengið eins og styttingu vinnuviku og þá erum við auðvitað að tala það að almenni markaðurinn verði jafnaður upp en ekki opinberi markaðurinn niður. Frábært. Og varðandi ÁTVR þá mótmælum við þeim lögbrotum sem að fá að viðgangast varðandi áfengissölu eins og staðan er í dag. Svandís, finnst þér þessar spurningar og ykkar svör endurspegla ykkar afstöðu til stofnanaskipulags? Þið viljið kannski halda hlutunum svolítið óbreyttum, nema kannski hvað varðar heilbrigðiseftirlitið? Já, ég var bara mjög spennt þegar var allt í einu komin einhver grænn punktur þarna og ég hélt allt í einu að ég verði að vera bara eins og viðskiptaráð. En svona grínlaust og þá er þessi punktur varðandi heilbrigðiseftirlitin sem að lítur að bæði því eftirliti og ekki síður matvælaeftirlitinu skiptir mjög miklu máli fyrir rekstur og umgjörð fyrirtækja út land að þau búi öll við sambærilegt eftirlit. Og það er það sem hefur verið undir hælinn lagt að væri. Ég tek undir það sem hér er sagt að það hafi verið gerðar nokkrar lotur og nokkrar tilraunir til þess að
laga þetta, en ég held að lausnin felist í því að tryggja það að störfin séu áfram í heimabyggð, vegna þess að það er það sem að fólk óttast, að störfin verði kölluð öll suður eins og gjarnan er gert. En það sem þarf að gera er það þarf að samræma eftirlitið, það þarf að vera tryggt að það sé sambærilegt óháð búsetu og óháð staðsetningu, en að störfin séu eftir sem áður út land. Þannig að ég stend með þeim punkti. Það sem að síðan hér er sagt sýslumannsembættin, að þá er þetta auðvitað stór spurning sem að lítur almennt að staðsetningu opinberra starfa. Það eru miklir og sterkir kraftar sem að draga störf með almennum hætti hingað á höfuðborgarsvæðið, og það þarf að gera það með markvissum hætti, bæði að halda þeim út á landið sem að þó eru þar, og styrkja og efla starfseiningar á fjölbreyttum sviðum út land. Þú horfir að Ragnar Ég bara pírir augun. að reyna að hafa hann með mér í liði, ég held að sé ekki margir fleiri hérna. Þá erum við svolítið búin að kannski dekka það sem okkur langaði að fara yfir með ykkur fjórum. Mér langaði bara að enda á að sýna ykkur aftur áttavitann og kannski hafa alla inn á honum, og svona kannski ef við byrja á þér, Gísli, finnst þér hann endurspegla svona stöðu Pírata? Finnst þið vera rétt staðsett þarna? Það kemur þetta þér óvart? Svona, ef þú vilt bara svona enda á svona almennari nótum, hvað myndið þú vilja segja við kjósendur svona út frá þessu? Ég held að kom ekkert á óvart að við skorum ekki eins langt til hægri eins og til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn þegar kemur að efnahagslega frelsinu. Við viljum svona fara varkarari leið í því og horfa á sjálfbæran hagvöxt, og það við pössum upp á umhverfið á sama tíma og við erum að bæta hlutina. Skýrleiki stefnunar, kannski vorum við hlutlaus og oft í mörgum spurningum hérna. Ég held eins og við séum með mjög öfluga og góða stefnu þegar kemur að efnahagsmálunum, og hvet alla hér inni og þá sem eru að hlusta til þess að kynna sér hana, vegna þess að við horfum á efnahagslega umhverfið ekki bara út frá hagvexti og skapa störf. Við þurfum að vaksa á sjálfbæran hátt. Við höfum séð það bara að mikið af því sem að hefur byggst upp á undanförnum árum höfum við ekki náð að halda í við með innviðum, húsnæði og annað, og við þurfum að passa að við séum að vaksa á þannig hátt að við getum tekið við þessu vinnuafli sem er aðalega að koma erlendis frá, að við getum tekið á móti þeim og tryggt þeim umhverfi til að vinna í og starfa í sem er réttlátt og gott, ekki bara einhverjar hólur í gömlu iðnaðarhúsnæði sem er með eldhættu og annað. Þetta þurfum við alltaf að hugsa og við höfum líka séð mikinn vöxt í ferðamannaiðnaðinum á meðan að innviðirnir eins og vegirnir okkar og annað hafa ekki fengið aukið fjármagn til þess að halda í við alla þessa auknu umferð og líka aukna landflutninga og ýmislegt annað. Við þurfum virkilega að passa okkur upp á því að við vöxum á sjálfbæran hátt. Takk Gísli. Ragnar, hvernig vilt þú loka á einhverjum orðum? Finnst þér þetta endurspegla ykkar stöðu? Þið eru þarna með nokkuð skýra stefnu og þarna nálægt mörgum öðrum flokkum á efnahagslega kvarðanum. Hvernig lítur þetta við þér og hver er ykkar stóra sýn? Já, við erum réttum megin við miðjuna og miðað við áherslur og hugmyndir Viðskiptaráðs, sérstaklega undanfarið í kringum kjaradeilu kennara, í kringum stuðning ríkisins við gerða kjarasamninga og framvegis og svo framvegis. Skoðun Viðskiptaráðs á því að verkalýðshreyfingin og stjórnvöld séu að vinna saman í að bæta hér lífskjör, á meðan skoðun og hugmyndir Viðskiptaráðs snúa frekar að því, allavega með þær greinar sem ég hef lesið, að það sé bara sérhagsmunaöflin sem eiga að hafa þann kanal. Þá held ég að við séum alveg þokkalega rétt staðsett út frá miðjunni miðað við kosningaáttavita Viðskiptaráðs, og ég svo sem kemur óvart hvað við erum nálægt henni reyndar, en það er kannski önnur saga.
En ég held að markmiðin okkar ættu að vera auðvitað sameiginleg í að taka höndum saman þó við förum fyrir ólíkum hagsmunum að ná hér niður kostnaði við að lifa og hætta að setja fram tölur út frá handvöldum tímabilum sem að gefa mjög villandi mynd af raunverulegri stöðu heimilanna, raunverulegri stöðu fólks á leigumarkaði, fólks með húsnæðisskuldir, stöðu lítill og meðalstóra fyrirtækja. Ég hefði haldið að þetta ætti að vera sameiginlegt markmið okkar í staðinn fyrir að vera í sinkur og horninu að berjast. Takk. Kæra þakkir Ragnar. Svandís, vilt þú þið eru með mjög skýra stefnu og fáið mjög hátt skor þar og eru þarna á öndverðum meiði. Fæ ég þá einhver stig fyrir það? Já, ég held það bara. Þú fær mjög mörg skýrleikastig til dæmis. Þannig að já, bara eitthvað sem þú vilt loka á hérna. Já, sko það er alveg rétt að þetta er skýrt að þér varðar okkar staðsetningu á vinstri hægri ásnum. Ég held að það skiptir máli. Mér langar til þess að undirstrika það að það er mikilvægt að ekki að draga úr samneyslu heldur aukana, bæta þjónustu hins opinbera, standa með opinberum starfsmönnum og því kerfi sem að heldur samfélagin okkar saman, horfa meira til samstöðu og þess sem er sameiginlegt fyrir samfélagið heldur en til þess sem að greinir það í sundur, einstaklingshyggju og markaðshyggju. Félagslegur stöðugleiki verður alltaf að vera partur af þessu og hann er ekkert fjallað í dag, bara ekkert, sem að er í raun og veru forsenda þess að við byggjum hér samfélag. Svo vil ég nú bara segja í léttum dúr að því að þetta er nú allt saman á forsendum hægrisins hér lagt upp og hefði nú bara sómt sér vel í einhvers konar inngangsræðum einhverja af hægriflokkunum það sem að hér var lagt upp með í byrjun, að maður veltir í fyrir sér á hverju viðskiptaráð bara býður ekki fram. Það geti nú bara verið svolítið spennandi fyrir viðskiptaráð og sem að farið að tala menntakerfi og allt mögulegt annað heldur en það sem að lítur beinlínis að verkefnum eða viðfangsefnum viðskiptaráðs. En það myndi þá væntanlega þýða meiri sundrung á hægri vagnum sem að væri þá væntanlega áhyggjuefni fyrir einhver. Takk kærlega, við skoðum þetta strax eftir fund, en við erum reynda búin að missa frestinum núna held ég, en skoðum þetta næst. Aldrei of seint. Sigurður, við endum á þér, þið eru þarna næst miðjunni af öllum framboðum, þið eru með skýrari stefnu en 3 önnur framboð, þannig að þú ert væntanlega nokkuð sáttur við þetta, ekki? Hver eru ykkar skilaboð núna fyrir síðustu 2 vikur? Jú, miðað við ykkar forsendur og spurningar, þá og kemur ekkert óvart, þá er Framsókn greinilega miðjuflokkurinn. Til að mynda miðflokkurinn er það ekki, eins og margir hafa haldið fram, sérstaklega þeir sjálfir. Viðreisn hefur til dæmis talað um að þeir séu miklu skýr og við séum í 108 ár búin að vera í einhverju myrkri. Við erum til dæmis samkvæmt ykkur talsvert skýrari en Viðreisn. Þannig að við erum klár þarna á miðjunni og ég vil bara segja, sú stefna höfum við fylgt núna í síðastliðin 7 ár. Og hún hefur skilað okkur miklum árangur. Ég fór hérna yfir nokkra hluti, ég ætla að minnast á einn aftur. 800.000 krónur hærri kaupmáttur á meðalheimili heldur en 2017 að teknu tillit til vaxtana og verðbólgan er að fara niður og vextirnir er að fara niður með þeirri stefnu sem við erum með. Og af því hér hefur verið minnst dálítið á húsnæðismál og þau séu mikið kosningamál og það er ekkert verið gert. Þá hafa verið byggðar 26.000 íbúðir á þessu tímabili sem eru allar íbúðirnar í Hafnarfirði, í Mosó og Garðabæ. Allar á þessum 7 árum. Og hvergi á byggðu bóli í Evrópu hefur verið meira byggt af íbúðarhúsnæði. Er það nóg? Nei. Eigum við þá bara henda láta hjólið snúast og vona að einhver annar komi með betri stefnu sem hefur byggt meira, sem er líklegri til að ná betri árangur á næsta árum. Ég segi nei, miðjan er klár, framtíðin ræðst á miðjunni. Kæra þakkir Sigurður, látum þetta vera loka orðin í fyrri hálfleik, þakka ykkur kærlega fyrir og nú verður innáskipting, ef ekki að gefa þeim bara klað. Þá ætla besti vinnur ykkar Ragnar tímaverður að skipta miða og í staðinn fáum við Jóhann Pál Jóhannsson, oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík Suður, Þorgerði Katrín Gunnarsdóttur, formann Viðreisnar
Sigríði Andersen, oddvita Miðflokksins í Reykjavík Norður og Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins. Verið velkomin hérna upp á svið, 3 og 4 núna. Og takk fyrir að taka þátt eins og þið hinn 4 sem voruð að klára. Þið eru núna búin að sjá formið nokkuð vel og viti hvernig þetta virkar. Við ætlum að sýna ykkur 3 málaflokka í viðbót, en það eru aðrir en áður, þannig að við verðum með eitthvað nýtt. Og fyrsti málaflokkurinn sem okkur langaði að byrja á eru opinber útgjöld. Og þar spurðum við að 6 spurningum. Sú fyrsta snýr að útgjaldareglu til að takmarka vöxt ríkisútgjalda á milli ára. Það var mikil samstaða þar. Síðan spurðum við hvort að ríkissjóður ætti að hætta að styrkja stjórnmálasamtök. Við spurðum með niðurlagningu vaxtabótakerfisins, að draga úr kostnaði vegna endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar, að draga úr umfangi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hætta niðurgreiðslu vegna kaupa á nýjum rafmagnsbílum. Við sjáum einhverjar svona línur teiknast upp hérna sem byrja kannski aðeins að skýra þennan svona vinstri hægri ás áðan, og þá kannski liggur beinast við að byrja á þér, Jóhann. Þið skerið ykkur út kannski meira rauð en aðrir hér, sem svo sem eins og vinstri græni kannski meira í takt við myndmerkið sem líka rautt. En sjáið þið til dæmis ekki tækifæri til að leggja vaxtabótakerfið eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði til eða hætta niðurgreiðslu á rafbílum? Hver ykkar hugmyndafræði í þessum málum? Sko, ef við byrjum á vaxtabótakerfinu, ef við skoðum bara kerfin hér og á hinum Norðurlöndunum, þá sjáum við að þar er miklu almennara kerfi sem felst í skattaafslætti, þar sem vaxtagjöld eru þá frádráttarbær og slíkt. Ég held að kerfið sem hefur verið byggt upp hér, þótt að við molnaði undan því svolítið á núna síðari árum, þetta kerfi sem er talsvert targeteraðra sé einfaldlega skynsamlegra svona út frá hagstjórn og velferðarsjónarmiðum. Og við viljum viðhalda því í einhverju mynd, það er ekki fullkomið. Við höfum talað fyrir því á þessu kjörtímabili þegar vextir ruku upp og þá höfum við talað fyrir því að einmitt beita því enn markvissar til þess að styðja við skuldsett heimili. Ríkisstjórnin gerði það að einhverju leyti núna samhliða síðustu kjarasamningum með sérstökum vaxtastuðningi sem var hannaður með nokkuð svipuðum hætti og var gert eftir hrun til að styðja við fjölskyldur. Þannig nei, við erum eindregið á móti því að fella niður vaxtabótakerfið komplett. Og við erum líka á móti því að taka upp eitthvað miklu almennara kerfi sem væri þá ennþá frekar þenslukvetjandi heldur en vaxtabótakerfið eins og við erum með það í dag. Frábært. Þorgerður, við sjáum að þeir eru hlutlaus hérna í 4 af 6 spurningum, meðal annars í afstöðu til styrkjandi stjórnmálaflokka og líka vaxtabótakerfisins sem hefur verið nokkuð oft lagt til að sé lagt niður. Hvað munu kjósendur fá upp á pakkanum ef þeir kjósa ykkur og hver verður niðurstaðan í þessum málum? Já, þetta er eins og mér finnst þetta nefnilega ágætt að sjá þessa glæri því ég hefði viljað líka til dæmis að leggja ætti niður vaxtabótakerfið. Og það erum við náttúrulega komin líka að gjaldmiðlum. Meðan við erum með þennan gjaldmiðl, þá tel ég ekkert ólíklegt að við þurfum að hafa í einhverju formi eitthvað sem að tengist vaxtabótakerfinu. Síðan getum við litið til Norðurlandanna eins og Jóhann Páll var að segja. Þannig að meðan við erum í íslensku krónuna, þá er erfitt að lofa því að leggja niður vaxtabótakerfið í núverandi mynd. Við erum að sjálfsögðu alltaf tilbúin til að skoða alla hluti sem að leiða til hagræðingar hjá ríkissjóði, ekki síst núna. Aðeins varðandi til dæmis að draga ætti úr umfangi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Ég held að það sé ekki galin hugmynd, bara enga veginn. En ég hefði gjarnan vilja sjá þá markvissar samhliða því að það eigi að draga úr jöfnunarsjóði, umfangi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, vilja sjá þá mjög metnaðarfulla áætlun sameiningu sveitarfélaga. Þetta hangir svolítið saman að mínum mati. Þannig að það er ekki hægt að segja bara já, við ætlum að draga úr umfangi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og ekkert að segja í hvaða framtíð og hvaða veruleika við förum út í. Þar fyrir utan að við sjáum það bara núna að því ég var að koma á Suðurnesjunum í gær að þar er til að mynda álagið á því svæði mun meira til að mynda vegna hælisleitenda og ákveðin þrýstings eða fjölgunar fólks á því svæði sem að leiði til þess að við erum komin tímabundið með ástand sem að meðal annars jöfnunarsjóðurinn á að geta komið til móts við. Allavega það þarf að sameina sveitarfélag okkur mati og þá getum við farið í endurskoðun á jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Já, ég ætla að bíða með annað í bili. Útgjaldareglan ekki spurning. Það eitthvað sem það bara átt að vera gert strax í upphaf þessara ríkisstjórnar. Það hefði ekki verið að skila ríkissjóði halla, já, að minnsta kosti 9 ári röð með að við metna þessara ríkisstjórnar. Ef ekki prófa eitt andsvar, Bjarni, viltu svara fyrir þetta sem Þorgerður var að enda á? Varðandi útgjöld ríkissjóðs að þá vil ég nú bara kannski þá byrja á því að þegar ég var í fjármálaráðuneytinu og var búið að gera drög að nýjum lögum opinber fjármál þá sagði ég við embættismenn mína það vantar allar tennur í þetta mál og við smíðum í framhaldinu fjármálareglurnar sem að við höfum verið að nota núna í ykkur 8 ár og hafa gjörbreytt umræðu opinber fjármál. Við erum að horfa á skuldahlutfallið, við erum að horfa á afkomuna með allt öðrum hætti heldur en við gerðum áður og svo höfum við orðið fyrir áföllum sem að, já, ég held að réttlæti það að við tökum upp útgjaldareglu og við eigum bara að breyta og aðlaga okkur. En við þurfum þá líka að gera okkur grein fyrir því hvað það þýðir. Þegar að laun á Íslandi hækkun 6 og 8% á ári, þá eru það útgjöld fyrir ríkissjóð og ef að ríkissjóður ætlar ekki að taka þátt í launaþróun í landinu, þá þarf eitthvað að gefa eftir. Og útgjöld ríkissjóðs hafa vaxið út af því að laun á Íslandi hafa vaxið gríðarlega og bótakerfin þau hanga með launaþróun í landinu. Mjög gott, við andsvarareglan svona einhvern veginn lendir hérna milli skips og bryggju en við langar það bara að leyfa þér að svara aðeins betur líka þegar þú ert að koma inn á mál sem við vildum líka spyrja og á glærunni sem eru kannski líka eins og styrkir til stjórnmálaflokka og niðurgreiðsla til kaupa á nýjum rafbílum. Þið eru fylgjandi því að draga úr þessum útgjöldum en þá hugsa maður strax hvers vegna hefur það þá ekki verið gert? Varðandi fjármál stjórnmálaflokka þá höfum við sveiflast öfgan á milli. Pendullinn fór hingað þangað til að það var svo gagnrýnt hvað flokkarnir fengu mikið frá lögaðilum að það voru settar mjög svona strangar reglur þau efni og svo höfum við sveiflast alveg yfir á hinn ásinn þar sem við höfum ekki uppfært fjárhæðarmörk flokkana varðandi það hvað þeir mega sækja sér af sjálfsaflafé frá einstaklingum og lögaðilum. Mín skoðun er sú að við erum komið með hlutfallslega allt og hátt framlag frá ríkinu til reksturs stjórnmálaflokka og ég hef mælt fyrir því og við tókum 5% af flokkunum í minni fjármálaráðherratíð núna síðast, bara skárum niður framlög til stjórnmálastarfsins en þetta er málaflokkur þar sem að flokkarnir þurfa helst að ná saman. Það er vont að það sé verið að sveifla heildar umhverfi stjórnmálaflokkana bara á milli ríkisstjórna. Mín sýn þarna er þessi. Við eigum að stórlega draga úr opinbera framlaginu til stjórnmálaflokka en þá fylgir auðvitað að þeir þurfa að fá heimildir til að bjarga sér sjálfur og fjárhæðarmörkin varðandi það hvað hvert fyrirtæki og hver einstaklingum má leggja til stjórnmálastarfs eru allt of lág og þau þarf að hækka. Og það er eitt að fyrirtæki geti ekki lagt 100 milljónir í stjórnmálaflokk eins og lengi hefur verið á Norðurlöndunum en annað að þetta telji einhverjum 100.000 köllum. Það þarf að vera eitthvað raunhæft jafnvægi þarna sem við þurfum að finna upp á nýtt. Takk. Ef ég enda á þér, Sigríður, það er kannski mikill samhljómur hjá ykkur og sjálfstæðisflokknum hér varðandi að það er mikill vilji til að draga úr opinberum útgjöldum en það kannski stingur í augun að það er þarna eitt ósamræmi sem er jöfnunarsjóðurinn. Þar eru 35 milljarða útgjöld á næsta ári. Er þetta ekki útgjaldapóstur sem þið myndu vilja draga úr? Jú, þetta er svona bara kannski eins og sumar af þessum spurningum sem erfitt er að svara með jái og neyi. Ætlaði ekki að hafa verið sett þarna bara hlutlaust í staðis, ég held að var ekki rétt möguleikin vil ekki svara, það er þetta ekki þannig. En það er auðvitað þannig, svo sem hefur verið nefnt hér, að sveitarfélögin auðvitað búa við mjög mismunandi aðstæður. Og á þeim hvíla mjög misþungar kvaðir. Og svona sem frambjóðandi hérna í Reykjavík og hefur nú áður verið þingmaður Reykvíkinga að þá þreytist ég svo sem ekki að halda því til haga að kvaðir Reykjavíkur auðvitað bara eðli málsins samkvæmt sem höfuðborgar og sem sveitarfélag sem að endar uppi með mjög þungar byrðar. Þá ætti svo sem kannski Reykjavík situr held ég svolítið við skertan hlut í þessu en að sjálfsögðu er miðflokkurinn
með þá skoðun að það þurfi auðvitað að draga úr útgjöldunum heilt yfir og trúlega það komið þannig að ýmsir málaflokkar sem að hvíla á sveitarfélögunum þurfa kannski þá endurskoðun við að jafnvel að ríkið þurfa að taka hlut af þeim í hendurnar aftur. Ég nefni málaflokk fatlaðra til dæmis sem að ég held að sé orðið bara einsýnt að sveitarfélögunum bara megn að hafa alfarið á sinni hendi. Þannig að þetta svona bara svar sem að kannski helgast nú af þessu öllu, eða svona þú veist að það svona margt í mörgu eins og segja. En má ég koma með andsvar þá? Fékkstu á því gagnrýni eða? Nei, bara því að ég má bara til þess nefna þessa ríkisútgjaldareglu að því ég sé að Miðflokkurinn sker sig úr þar, maður nú að reyna að temja sér öfgalausa afstöðu til mála og reyndi nú að vera, reyna svona systematískt reyndi að vera ekki mjög andvígað, mjög samanöllu, nema náttúrulega þegar maður algerlega getur mist vitið í afstöðu til sumra mála. En mér langar bara að benda á þessa útgjaldareglu sem er svolítið til umræðu núna og vekja athygli á því sem Bjarni var að gera líka, þessar reglur hafa verið settar. Það til dæmis einhver útgjaldaregla það að heildarskuldir ríkissjóðs fari ekki yfir 30% af vergri landsframleiðslu. Allar þessar reglur hins vegar sem settar þær eru alltaf með mjög miklum fyrirvara að það sé nauðsynlegt að hægt sé að víkja þeim til hliðar þegar eitthvað kemur upp á. Og svoleiðis reglur auðvitað, ég veit ekki hvaða tilgangi þær í rauninni þjóna. Auðvitað hljóta öll stjórnvöld á hverjum tíma ætla að reka ríkissjóð með skynsemi. Þannig að tekjurnar séu meiri eða gjöldin séu minni en tekjurnar. Þannig ég bara bendi á þetta svona einhver frasi sem að menn fljótir að hoppa á. Já, setjum útgjaldareglu. Þá lagast náttúrulega allt. Það búið að vera útgjaldaregla undanfarin, man ekki hvað mörg ár. Og það hefur verið afkomuregla. Afkomuregla. Við erum orðinu aðeins svo djúp í ríkisfjármálum. Má ég skjóta inn með fjármálareglu? Já, gjörðu svo vel, gefum þér andsvar hérna. Ég held að afkomureglan eins og hún núna hafi skapað ákveðin freistnivanda hjá stjórnmálunum til að í rauninni eyðum efni fram og eyða svolítið froðunni jafnóðum og hún kemur inn. Þess vegna höfum við í Samfylkingunni verið að tala fyrir því að það verði tekin upp það sem við köllum og það sem hefur verið kallað stöðugleika regla. Þetta það sem fjármálaráð Evrópusambandsins hefur hvatt til frá árinu 2017 og þá erum við að tala jafnvægi milli tekna og rekstrarútgjalda með tilliti til hagsveiflunnar. Þannig að útgjaldavöxtur sé ekki bara umfram það sem nemur aukinni framleiðslugetu hagkerfisins yfir tíma. Róbert, takk fyrir þetta. Það verður mjög skrautlegt að horfa á þessar reglur í ljósi þess hvernig vinnumarkaðurinn á Íslandi frá að þróa launasetninguna frá einu tíma til annars. Það sem að fáir verið að skilja að útgjöld ríkissjóðs að uppistöðu til laun og bætur. Þetta meirihlutinn og þegar að fólk segir þetta hefur verið skandall hvernig útgjöldin hafa hækkað, þá fólk að segja að það skandall hvernig launin hafa hækkað og bæturnar fylgt því. Ég ætla að fá aðeins bara sem andsvar eða bara innlegg í andsvarssúpuna. Gjörðu svo vel. Og bara að fá að vitna því það verið að tala vinnumarkaðinn. Ég tek heilshugar undir það. Við þurfum að ná miklu betri skikk á vinnumarkaðnum, vinnumarkaðsmódelinu, líta til Norðurlandana. En auðvitað hangir þetta líka saman við gjaldmiðlun. Ég ætla að vitna í fyrrum forystumönnum Samtaka iðnaðarins sem sagði við mig þegar var verið að býsnast yfir miklum launakröfum launþega og verkafólks. Þá sagði hann einfaldlega bara þegar þú ert með ónýtan gjaldmiðil þá þarf það að vera rausnarlegur. Það bara þannig. Þannig að mér finnst að við þurfum að taka inn þá breytu. Ég ætla að taka okkur úr peningaumræðu. Ég ætla að fá að nýta mér eitt ansvar líka fyrst að fólk búið að gera það. Þú varst vel að því komin en við ætlum að taka einn annan flokk sem það sem við kallum grunnstoðir og að því að við viljum ekki bara tala peninga þótt við heitum viðskiptaráð. En þar erum við að spyrja svona grunnstoðir samfélagsins og sérstaklega hvernig hið opinbera hefur aðkoma þeim og myndar þeim stuðning eða umgjörð. Og fyrsta spurningin í rauninni einkarekstur eða svona frjálsan rekstur í heilbrigðisþjónustu. Það stuðningur við það. Samræmt námsmat við lok grunnskólagöngu. Þetta mál sem við höfum talað fyrir núna frekar afdráttarlaust síðustu mánuði og Svandís var reyndar ekki sátt en mér sýnist þið vera það. Vindorkuver á Íslandi og síðan mál sem var lögfest í vor að kærunefnd húsamála getur breytt leiguverði og síðan takmarkir á skammtímaleigu og rannsóknir og vinnsla á olíuauðlindum. Og
mér langaði kannski að byrja á þér, Þorgerður. Sko Viðreisn hlutlaus gagnvart því að kærunefnd húsamála geti sem sagt breytt leiguverði en eru mótfallin því að setja frekari takmarkanir á skammtímaleigu. Ekki sama undirliggjandi svona prinsip hérna í gangi að fólk eigi að fá að ráðstafa sínum fasteignum og það eigi að vera samningafrelsi á húsnæðismarkaði? Jú, ég get bara tekið undir það sem þú ert að segja. Það ekki spurning og við höfum meðal annars ekki verið hlynnt því að ræða leiguþak eins og margir flokkar eða ýmsir flokkar hafa verið að draga fram. Þannig að já, ég get alveg tekið undir þetta sem að þú setur fram. Má ég ekki tjá mig meira Jú, þú mátt alveg tjá þig, þú ert bara með þessar svarmyndu. Við erum bara svolítið að ræða þennan málaflokk almennt, jú. Við erum ekki að reyna að nörfa ykkur niður, sko. Já, mér finnst skipta máli að því við erum búin að fara víða landið og það verið að ræða og það alveg augljóst að það þarf meiri orku hér á landi og þess vegna styðjum við frekari orkuöflun en hún þarf að fara í græna atvinnustarfsemi. En síðan varðandi vindorkuverin, maður fær oft þessa spurningu hvað hefur að gera með vindorkuverin, fólk pínlítið tortryggið, verður þetta út alla koppagrundir. Það ekki okkar stefna að sjá þetta út allt en það þarf að vera markviss uppbygging. Og við þurfum að byrja og þess vegna tel ég mikilvægt að við byrjum með Blöndu og Búrfellslund sem á rammanum. Þetta þá fyrirtæki í eigu ríkisins sem Landsvirkjun sem byrjar að vinna og ég hef trú á því að við munum þá svona smá saman bæði byggja upp þekkingu og líka svona jákvæðri viðhorf gagnvart vindorkuverum. Við eigum allavega ekki að útiloka eitt eða neitt sem leiðir að því að bæta orkuöryggi landsmanna, ekki síst heimilanna líka að vera tilbúin og það kannski það fúla eftir meðal annars þessa 7 ára eyðimerkurgöngu í orkumálum að við erum búin að vera að fresta svolítið lífskjarasókn út af því að við erum búin að vera með ríkisstjórn sem hefur verið svolítið í störukeppni í orkumálum. Þannig að þetta eitt af þeim málum sem að mínum að ný ríkisstjórn þarf að bretta upp ermar og fara á stað með. Þið eru hlutlaus í vindorkuverum. Öfgalaus. Miðflokkurinn. Og þið eru líka hlutlaus gagnvart takmörkunum á skammtímalegu íbúða. Já. Hvernig svona... Varðandi vindorkuverin. Hér hefur ekki fengist leyfi til þess að virkja með þeim hætti sem Íslendingar þekkja best, vatnsaflsvirkjanir hérna í áratug nánast. Hleypur allt í allir hlaupa upp til handa á fóta þegar á að fara að virkja. Hvernig dettur mönnum í hug að eitthvað öðruvísi verði þegar að kemur að einhverjum vindorkuverum út allar koppagrundir. Mér hefur fundist þessi umræða vindorkuver vera svolítið smjörklípa, hent hérna fram og menn eru búin að eyða ofboðslega miklum tíma í að ræða einhver vindorkuver. Miðflokkurinn, eða ég, ekki á móti að vindorkuver verði sett upp þar sem það á við, eins og til dæmis hugmyndir eru uppi með þessa Búrfellslund, þetta ekki það, hjá Landsvirkjun, við Blöndu það sem auðvelt að stinga inn á kerfið og það ekki verið að leggja línur út allar trissur. Hins vegar veki eins og athygli á því að forstjóri Landsvirkjunar hefur ekki ennþá getað svarað því hvað þetta vindorkuver sem að fyrirhugaður að setja og komið núna í áætlun, hvað það muni kosta, en hann hefur margítrekað að það verði mjög dýrt. Þannig ég hefði nú bara áhuga á að vita í rauninni hversu hagkvæmur þessi kostur við samanburðar við þessar vatnsaflsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir sem við eigum fyrir hendi og við þekkjum best. Þannig að þess að segja hlutlaust, auðvitað erum við ekki að móti því að menn prófi hin á þessa nýja kosti, en vindorkuver verður aldrei megin orkuöflun Íslendinga. Það væri fráleitt að fara í þá leið. Og varðandi skammtímaleguna, að þá auðvitað menn að ráða sínum íbúðum, en þetta auðvitað meira skipulagsmál á vettvangi sveitarfélaga vegna þess að auðvitað það ekki þannig að menn þurfa að sæta því að nágranninn sé komið í skammtímaleigu kannski 2 íbúðir í fjölbýlishúsi þar sem kannski 5 aðrir búa. Þannig að þetta auðvitað skipulagsmál á hendi sveitarfélaga. Þess vegna segjum við að þetta svona hlutlaust. En það hægt að gera þetta það hægt að leyfa þessa skammtímaleigu hérna innan og gera það mjög vel, sé það svona skýra reglur, þannig að menn viti að hverju þeir ganga, nágrannar og aðrir. Ragnar orðin pirraður? Já, fyrirgefðu. Takk. Bjarni, kannski ef að þú vilt annars vegar bara kommenta á það sem þau eru búin að segja og líka kannski ef ég má bæta við varandi olíuauðlindir innan lögsögu Íslands, af því að þið eru þarna fylgjandi en ykkar ráðherra hefur lagt fram frumvarp að banna slíka rannsóknir og leit.
Hvernig horfa orkumálin við ykkur fyrir næsta kjörtímabil? Jú, kannski fyrst aðeins það að það hafi ekkert gerst. Við samþykktum nýjan ramma í fyrst skipti frá 2013. Með því var rofin kyrrstaðan. Hér væri ekkert verið að tala Búrfellslund, Blöndulund, nema vegna þess að í tíð þessar ríkisstjórnar voru þessir vindorkugarðar settir í ramman. Ella væri þetta ekkert verið til umræðu hér og sama tíma segir menn ekkert sé að gerast. Hér hefur orðið mikil uppstokkun á stofnanakerfinu. Við höfum einfaldað aflaukningu núverandi virkjana og auðvitað hafa margar virkjanir opnað á undanförnum árum. Fólk búið að gleyma Búðarhálsi, stækkuninni í Búrfelli, því sem að gerast á Þeistareykjum og svo framvegis. Og Hvammsvirkjun hefur auðvitað lent í þessu regluverki sem of flókið og of snúið og leiðin frá flokkun í nýtingu að framkvæmdum of löng og sem betur fer virðast flestir vera orðnir sammála því. Vindorkuver bara stórkostlegt tækifæri fyrir okkur Íslendinga og það væri glapræði af okkur að gefa slík tækifæri frá okkur. Hér verið að stundum tala skerðanlega orku og þörf Landsvirkjunar til þess að skerða orku. Í öðrum löndum þetta meðal annars leyst með vindorkuverum. Þar sem að menn að dæla aftur upp í lónin. Það alltaf verið að tala lónstaðan sé svo lág. Norðmenn að dæla aftur upp í lónin, nota vindorkuna til þess, kaupa ódýrt rafmagn og dæla upp í lónin. Við erum að opna fyrir gríðarlega nýja möguleika með því að vera með skynsamlega stefnu í vindorkumálum og alls ekki gefa þá kosti frá okkur. Varðandi olíumálin, þá snýst þetta mál í grunninn bara það. Við erum að kaupa hérna fyrir milljarða, 100 milljarða á ári olíu frá norðmönnum, en ætlum við að skammast okkar fyrir það ef að það eru olíuauðlindir á Íslandi að nýta þær á meðan að verið að brenna olíu í heiminum og það markaður fyrir olíu. Ég held að til lengri tíma muni það fasast allt saman út, en þetta snýst bara fullveldi og nýtingu auðlinda landsins að kasta ekki frá sér fyrirfram möguleikum á þessu. Ég man ekki hvað fleira þarna, ég bendi bara á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskólans sem að segir að það liggi ekki alveg fyrir skýrt hvaða áhrif skammtímaleiga íbúða að hafa á íbúðamarkaðinn eða húsnæðismarkaðinn á Íslandi. Við ættum að reyna að skilja það betur og ef að við getum sett frekari skilyrði fyrir Airbnb og hvað þetta heitir allt saman, þá getum við mögulega haft jákvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn. Takk, þú ferst líka ansi margar spurningar, hann vil að keyra aðeins yfir. Þarna, ef við endum á þér, Jóhann, þið eru hérna mjög fylgjandi því að setja frekari takmarkanir á skammtímaleigu. Þið hafi líka talað svokallaðan tómthússkatt. Við hugsuðum, eru takmarkanir og skattlagning endilega leiðin til að vinna á húsnæðisvandanum? Hver ykkar sýn í húsnæðismálum? Já, ég held að almennt séu svona hvatar og takmarkanir leiðir frekar heldur en, hvatar og einhvers konar gjöld leiðin frekar en boð og bönn, Það hefur verið talsvert þennan tómthússkatt og hvað erum við að tala þar? Við erum að tala að heimila sveitarfélögum en þó með mjög skýrum undanþágum til að leggja sérstakt fasteignaskattsálag á íbúðir þar sem engin skráður langtíma leigusamningur og þar sem engin með lögheimili. Það vill nú reynda svo til að þetta eina aðgerðin í framkvæmdaplaninu okkar í húsnæðismálum sem við beinlínis stálum úr húsnæðisstefnu Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Vinstri grænna sem var lögð fram á Alþingi. Þessi tómthússkattur ættaður úr þeirri stefnu og það hefur verið talað þetta lengi á sveitarstjórnarstiginu, þannig að mér hefur þótt svolítið kúnstugt þegar Bjarni Benediktsson að skrifa greinar þar sem þetta gert að sérstakri grýlu. Þetta úr stefnu sem hann samþykkti sjálfur og ég held að þetta sé skynsamleg leið meðfram öðru en þetta verður þá á ábyrgð sveitarstjórnar á hverjum stað. Annars langar mig að fara aðeins út í orkumálin. Það auðvitað mjög skaðlegt að það hafi liðið 9-10 ár án þess að samþykktur væri nýr rammi. Og það líka skaðlegt að núna hafi liðið nánast heilt ár án þess að brugðist sé við tillögu frá verkefnisstjórn rammaáætlunar að setja ákveðna kosti í nýtingarflokk sem hafi verið frestað að taka afstöðu til. Þetta það sem hefur gerst á vakt þessarar ríkisstjórnar. Við í Samfylkingunni viljum að ný ríkisstjórn setji sér sérstakt orkuöflunarmarkmið til 10 ára, vinni samkvæmt því og taki afstöðu til kosta í rammaáætlun út frá því og svo erum við líka með ákveðið plan að laga leyfisveitingaferlið með einni samræmdri
gagnagátt og með því að lögfesta þá reglu að verkefni sem eru þjóðhagslega hagkvæm og hafa verið sett í nýtingaflokk af Alþingi fari efst í bunkann hjá þeim stofnunum stjórnsýslunnar sem fjalla þau. Robert, Bjarni, gefa kannski andsvar tómtúrskattinn, hann frá ykkur kominn? Þetta auðvitað svona breið tillaga sem samin í innviðaráðuneytinu og innifelur alls konar aðgerðir og markmið til lengri tíma og ekkert annað en svona eitthvað stefnumörkun sem ekki búið að festa í nein lög. Munurinn á Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum í þessum málaflokki þessi hérna. Við samþykktum fyrir tómar íbúðir hvata sem að fela í sér helmingsafslátt af skattlagningu leigutekna. Þú borgar bara halvan fjármagnstekjuskatt út af breytingu sem að við innleiddum þegar þú leigir út íbúðina þína. Við horfðum á húsnæðismarkaðinn og sögðum hvað getum við gert til þess að losa íbúðir sem eru þarna kannski ekki nægilega mikilli nýtingu. Jú, búum til hvata, 50% afsláttur á skattinum. Þau eru með hina leiðina sem að koma á refsa fyrir að vera ekki að leigja og eru að búa nýjan hærri skatt. Þetta alveg þveröfugt við það sem við höfum verið að gera. Þetta eiginlega nýtt ansvar, Jóhanna, því að Bjarni kom með nýtt efni. Nei, svo líka gengið ennþá lengra í þessari húsnæðisstefnu og tala fyrir því að leggja fasteignaskattin líka á lóðir áður en það eru komnar íbúðir. Þetta eru bara einfaldlega ekki lög. Þetta ekki lög, þetta stefnan ykkar, Bjarni. Þetta stefna innviðaráðherrans. Já, þinn flokkur, allir þínir þingmenn, þið greidduð atkvæði með þessu í þingsal, þetta þingsályktun stefnu stjórnvalda til næstu ára. Við höfum nú ekki verið að ræna miklu úr stefnu ríkisstjórnarinnar, en þetta eitt af því, að því okkur fannst þetta skynsamleg leið að fela sveitarfélögum þessa heimild, að því sumstaðar þetta bara mjög vont að það gríðarlegu fjöldi íbúða sem standa auðar og það kostnaður út af þessu hjá sveitarfélögum og það eðlilegt að það sé greitt útsvar, að það séu íbúar sem búa þarna vegna þess að innviðakostnaðurinn leggst að verulegu leyti á sveitarfélögum. Eru mikið af íbúum sem standa við þar? Já. Eru tölur um það? Já. Við ætlum að ná einum enn. Þetta var samt mjög hressandi. Síðasti flokkurinn sem okkur langar aðeins að tala við ykkur eru atvinnuvegirnir og þar erum við að skoða svona umgjörð stjórnvalda, kannski gagnvart tilteknum atvinnugreinum eða tiltekinni starfsemi og hvort að hlutir séu bannaðir eða leyfðir. Við spurðum 6 hluti, í fyrsta lagi sölu á lausasölulyfjum í dagvöruverslunum. Það ágætis samhljómið þar. Síðan spurðum frjálsræði á leigubílamarkaði. Við spurðum frjálsræði þegar kemur að veðmálastarfsemi. Við spurðum afnám styrkja til fjölmiðla samhliða því að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Við spurðum að rýmka greiðslur í kringum kaupauka-greiðslur á fjármálamarkaði sem eru mun strangari hér en í Evrópusambandinu. Og síðan spurðum að leyfa auglýsingar á áfengi í innlendum miðlum. Mér langaði kannski að byrja á þér, Þorgerður Katrín. Þú getur kommentað á þetta allt eins og þú vilt, en kannski sérstaklega skerið ykkur út þegar kemur að kaupauka-greiðslum á fjármálamarkaði. En já, ég held að hámarki hér sé 8% af því sem það á meginlandinu. Hið sama á við áfengisauglýsingar. Hvers vegna á Ísland að víkja frá evrópsku lagaumhverfi í þessum tveimur málum? Ég nú frekar á því að Ísland eigi að vera í samræmi við evrópskt lagaverk og ef að það ekki þarna í tengslu við þetta svar þá bara á það að vera þannig. Ég held að komi engum á óvart að Viðreisn vill hafa viðmiðið þar sem að evrópska lagaverkið enda skiptir það miklu máli í stóra samhenginu. Leyfa ætti auglýsingar, ég þarf nú að tala við þann sem að setti þetta inn En ég skil alveg hvað þarna í gangi út af því að samhliða, það var skýrsla sem var unnin á sínu tíma fyrir Steingrímur J. Sigfússon, varðandi áfengi, ég held að það hafi verið 2011-12 og þá var einmitt sagt að við ættum að fara svolítið sænskuleiðina sem ég svolítið hrifin af. Það eru ákveðnar auglýsingar sem eru leyfðar með ákveðnum skilyrðum en líka samhliða því var farið í það að auka frelsi á markaði í tengslu við áfengi og mér finnst til að mynda sárt að horfa upp á núna síðustu 7 ára og það hefur ekkert þokast heldur en í þessari störukeppni þegar kemur að frelsi til áfengissölu og það eins og við séum alltaf ekki tengslu við umheiminn þegar kemur að því. Við erum bara að búa til hér umhverfi fyrir þá þau sem að standa að sölu áfengis sem skýrt, forvarnamiðað, gagnvart börnum, ungu fólki og svo framvegis en við eigum líka að hafa markaðinn þannig sem að felur í sig þannig að viðmiða við treystum fólki til þess að bera ábyrgð á sínu eigin lífi. Þetta pínu gamaldags finnst mér eins og umhverfið varðandi áfengismálin.
Síðan vil ég aðeins nefna varðandi RÚV auglýsingamarkaði. Það eitthvað sem ég hef verið lengi fylgjandi og var það líka sem menntamálaráðherra, en það var bara einfaldlega ekki pólitískur vilji þá. Ég held mun frekar núna í dag eigum við að skoða þetta, en samhliða því eigum við að náttúrulega taka aðra fjölmiðla eins og af markaði. Það eru, Morgunblaðið að fá 500 milljónir á síðustu 5 árum í sína styrki. Það nauðsynlegt ef að við getum sleppt því að auka útgjöld ríkissjóðs með því að taka RÚV af auglýsingamarkaði, þá hefur við absolutt að skoða það. Takk Þorgerður. Sigríður, þið segist þarna vera fylgjandi auknu frjálsræði á leigubílamarkaði, en flokkurinn var andvígur slíkri breytingu á kjörtímabilinu. Þetta stefna flokksins, getum við treyst þessum svörum? Hvernig snýr þessi málaflokkur við þér? Ég geti treyst þessum svörum. Já, menn voru þarna allur þingflokkurinn í heild sinni þarna á þessu kjörtímabili sló einhverja varnagla varðandi framkvæmdina á þessari breytingu og ég held að svo sem margir getur nú alveg tekið undir það, ef ekki flestir, að eitthvað hefur nú farið úrskeiðis í framkvæmdina og fyrirkomulaginu eins og það í dag. Ekki einhver námskeið sem mönnum gert að sækja og það bara fluttar fréttir af því að það öllum leyft að svindla okkur prófi sem haldið og þá fluttar fréttir það bara óbreytt ástand og kannski bara vitleysa að vera með þetta námskeið þá, en ég meina það eitthvað að þessu kerfi. En þannig að Miðflokkurinn vill bara leggja áherslu á það, auðvitað þarf bara líka að bæta rekstrarumhverfi leigubílstjóra. Auðvitað hef ég alveg, meira segja ég samúð með leigubílstjórum sem allt í einu lenda í því að það bara hellist yfir þá kannski 1000 útlendinga sem enginn talar íslensku og það eitthvað frumskóga lögmál sem að verið skilda á þessum leigubílamarkaði. Ég meina ástandi á Ísavía, það hefur tekið ykkur nokkur ár að koma ykkur skikki á leigubíla þar. Ég meina það eru slagsmál annað hver dag milli leigubílstjóra. Það eitthvað að þessu og þannig að Miðflokkurinn leggur nú bara áherslu á það sérstaklega að bæta rekstrarskilyrði leigubílstjóra, meðal annars með lækkun skatta og lækkun tryggingagjalds og annað slíkt, þannig að menn geti verið af heilum huga í þessum bransa, þeir sem hafa áhuga á því og það bara fullt af fólki sem hefur það og auðvitað útlendingar líka, en auðvitað vilja menn líka að það sé ákveðið öryggi í gangi í þessum leigubílaakstri og það liggur bara fyrir að það ekki alveg þannig, en ég meina menn sjá hvernig við svörum hér og við sjálfsögðu stöndum við það. Takk kærlega. Jóhann, þið eru mótfallin því að afnema styrki til fjölmiðla samhliða því að taka RÚV á auglýsingamarkaði. Þú ert með bakgrunn í fjölmiðlum. Finnst þér eðlilegt að ríkið sé að fyrirfara mikið af fjölmiðlamarkaði og raun ber vitni? Ég held að það sé svona ágætt að það sé ákveðið jafnvægi milli einkageirans og hins opinbera þegar kemur að rekstri fjölmiðla. Ég held að ef við tækjum RÚV af auglýsingamarkaði þá færi þetta beint til Facebook og svoleiðis YouTube. Og ég held að þetta styrkjakerfi fyrir fjölmiðla sem var komið á fót sé svona í grunninn bara ágætt og ég sé fyrir mér að við viðhöldum því í einhverju mynd. Robert, viltu kommenta á eitthvað annað? Já, ég að hugsa. Það til dæmis bara eins og áfengisauglýsingar, þið sjáu það eins og öðruvísi hérna? Já, við erum svona þokkalega íhaldsmegin í lífinu þar, eins og þið sjáuð. Svo það með hluti eins og frjálsræði á leigubílamarkaði. Það skiptir náttúrulega bara máli hvernig hlutirnir eru gerðir, Ég held að ég held að það ekkert nauðsynlegt að fara yfir tímann, Nei. Mér finnst ég þurfa að veita ansvar varðandi RÚV Hann þarf að nefna þig eða Miðflokkinn, Ég ætla að byrja á Bjarna samt. Bjarni, þið eru kannski grænust á þessari mynd og þið nefnir til dæmis að þið eru til dæmis svona frekar hlynnt í að skoða auki frjálsræði í veðmálastarfsemi. Það hefur verið aðeins í umræðinu svona síðustu mánuði. Svona má búast við svona hreyfingu frjálsræðisátt til dæmis í því máli ef að þið fáið einhver ráðið? Hvert og eitt einast af þessum málum er dæmumál þar sem að mér finnst að ríkið og kerfin okkar séu að reyna að streitast á móti því sem fólki finnst bara vera eðlilegt. Og ég meina ef þið spyrjið ykkur, hafið þið séð áfengisauglýsingu á Íslandi? Í alvörunni, þurfum við að ræða þetta? Við höfum séð þær, Finnst fólki eðlilegt að geta keypt sér
hausverkjatöflur bara, þú veist, út í matvörubúð eða það þurfa að bíða eftir að stilla sig inn á opnunartíma apóteks. Ég meina, þar sem að maður hefur fengið slíkt aðgengi, þú veist, víða í Evrópu, Bandaríkjunum og annars staðar, þá finnst mér þetta bara sjálfsagður hlutur og það hægt að taka nánast hvert einasta af þessum atriðum og ég meina, þegar heyrir aðeins hvernig umræðan leigubílamarkaðinn, hvernig væri bara að búa til leigubílakerfi sem væri hugsað fyrir fólk en ekki fyrir leigubílastjórana? Þú veist, eða þá sem að reka leigubílastarfsemi. Hvernig væri við myndum bara leyfa okkur að hugsa aðeins þannig, ok, hvað það sem fólk vill og þarf og að kalla eftir? Það að kalla eftir því að þurfi ekki að bíða of lengi og standa í röð í 9 stiga frosti og stormi hérna miðjan næturinn í Reykjavík. Sko, trúum bara á að þetta leysi sig og þetta hvert og eitt einasta þessum málum þannig. Það kann að vera rétt hjá Jóhanni Páli að hluti af auglýsingum muni renna inn á YouTube og Facebook og eitthvað annað. En fyrir mér þá snýst þetta prinsippið. Prinsippið þetta, ef þú ætlar að vera með fjölmiðlafrelsi á Íslandi, tryggðu þá rekstrarumhverfi fyrir frjálsa fjölmiðla sem sanngjarnt, en ekki vera með svo langan skugga af starfsemi Ríkisútvarpsins að það þrífist engin frjáls fjölmiðlun þar. Það ekki raunverulegt frelsi í fjölmiðlun. Og Ríkisútvarpið með svo mikið forskot í beinum framlögum og samningum, þjónustusamningum og öðru bara gefins eigið fé og þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af rekstrinum, hann alltaf hirtur upp hallinn þar, að þetta auðvitað ekki sanngjarnt í neinu samhengi. Þess vegna þarf að taka RÚV af auglýsingamarkaði bara fyrir prinsippið að þú ætlar að standa með frjálsri fjölmiðlun. Mun það þýða eitthvað auglýsingu fari annað? Já, það getur verið, en það mikilvægt að halda í prinsippið. Svo tökumst við bara á við það hvernig úr því spilast. Stóra spurningi með RÚV af auglýsingamarkaði verður þessi: ætla stjórnmálamenn að bæta Ríkisútvarpinu það krónu fyrir krónu úr ykkar vasa þegar þeir verða af auglýsingatekjunum? Og já, eins varðandi auglýsingatekjurnar og RÚV. Það farið eitt andsvar. Eitt andsvar, af því að hér fullist þetta sé svo frábært kerfi, æðislegt kerfi að hafa sett alla einkafjölmiðla á ríkisjötuna og það sem greinir kannski Sjálfstæðisflokkinn frá Miðflokknum varðandi RÚV að Sjálfstæðisflokkurinn styður það að þessi öflugur ríkisfjölmiðl. Miðflokkurinn ekki þeirra skoðunar og telur að ríkið þurfi að draga sig af fjölmiðlamarkaði og það verður ekki gert með þessum styrkjum og ekki heldur með því að taka RÚV af auglýsingamarkaði og bæta RÚV upp allt tekjutapið. Þess vegna höfum við verið að nefna það að við þurfum að skoða það raunverulega ef það ekki samstæða að draga úr umsvifum ríkisins og fjölmiðlamarkaði í fyrsta skrefi með því að draga úr umsvifum RÚV, að þá eigi að leyfa fólki sjálft að ráðstafa útvarpsgjaldinu. Þannig að það renni ekki de facto til RÚV, heldur menn getur stjórna því til hvaða fjölmiðla, einkafjölmiðla þeir útvarpsgjaldið rennur. Takk, ég ætla að gefa þér, Þorgerður, eitt andsvar. Bara örstutt að minna á, af þessu 4 flokkum þá einn flokkur búinn að vera í ríkisstjórn, ekki bara síðastliðin 7 ár, heldur síðastliðin 11 ár. Stundum með þér? Já, og stundum með mér. Og það hefur betur haldið áfram, Bjarni minn. En það sem svo áhugavert alltaf, að flokkurinn talar alltaf eins og komi aldrei að einu eða neinu. En svo þegar að fara tækifæri til þess að greiða atkvæði, bara lítið dæmi með frelsismálum, að við náðum í gegn í Viðreisn að við fengum að greiða atkvæði mjög lítið málum að leggja niður mannanafnanefnd. Og hvað gerir Sjálfstæðisflokkur? Hann greiðir náttúrulega atkvæði á móti því að fella niður mannanafnanefnd. Þannig að þegar við förum Já, það það sem ég að segja. Á hverju erum við ekki löngu búin að leyfa lausasölu, lausasölu lyfjum í dagvöruverslunum? Bara á hverju ekki, sko. Þannig að nota tækifærið að gefst. Þess vegna skiptir máli hverju stjórna. Þetta mjög gott. Við erum í rauninni að klára svolítið tíman. Við ætlum að setja ríkiseigenda bara á netið en það svona línan svolítið svipuð og áður. Mér langar frekar þá bara enda á að zooma þess út. Við bara leggjum þetta til hliðar. Þið getið skoða þetta á vefnum okkar, waffi.is. En mér langaði bara enda kannski á að leyfa ykkur aðeins að tala á almennari nótum, koma með einhver svona orðum hvað ykkur finnst svona hvar þið eru stödd þarna á skalanum og bara svona koma með einhver loka orð hérna í lokin af því að við erum bara að fara að ljúka fundi rétt strax og ég kannski byrja bara á þér, Bjarni, sem situr með næst, svona hvernig þetta snýr við þér. Jú, sko, mér finnst að þarna sé búið að teikna dálítið upp það sem að þessar kosningar snúast Trúirðu því að með áherslu á efnahagslegt frelsi og frelsi einstaklingsins til þess að njóta sín hér í þessu góða landi, að þá muni verða til verðmæti, þar með talið fyrir hið opinbera til þess að rísa undir sínu hlutverki? Eða trúirðu því að það þurfi að fara aðra leið til þess að gera betur, það þurfi að hækka skattana
og trúirðu þeim sem að segja að það verði ekki leyst betur úr verkefnum hins opinbera á þess að stór auka framlögin og útgjöldin. Af því að þessi ás dálítið að teikna upp þessa mynd. Við höfum verið, já, lengi í ríkisstjórn, enda hefur hagvöxtur á Íslandi verið 3,5% meðaltali núna í 10 ár, sem miklu meira heldur en í evrulandi, Þorgerður. Og kaupmáttur hefur vaxið í 11 ár, sem miklu meira heldur en í evrulandi. Og atvinnuleysi minna heldur en þar. Og fátækt minni og jöfnuður meiri. Þannig að allt þetta talum við þurfum að fara nýjar leiðir, tilraun til þess að horfa fram hjá augljósum staðreyndum. Við teljum að við getum gert betur. Við erum að segja að við getum fengið meira fyrir okkur öll ef við leggjum áherslu á þessi gildi, þessar stefnur sem að hafa reynst okkur vel til þessa. Það þarf ekki að stórauka skattana sem að muna sjálfsögðu enda með einum eða öðrum hætti á heimilum og rekstraraðilum. Við getum gert betur í opinberum rekstri. Við þurfum bara að trúa á efnahagslegt frelsi. Það forsenda framfara. Takk Bjarni. Jóhann, svona einhver lokaorð á þinni hálfu. Þið eru þarna aðeins vinstra megin við miðju, aðeins vinstra megin við Framsóknarflokk. Ertu ánægð með þessa niðurstöðu? Finnst þér hún endurspegla ykkar sýn og stefnu og svona hver svona þín kannski megin skilaboð hérna í lokin? Já, sko efnahagslegt frelsi, hvað þýðir þetta? Það hlýtur líka að þýða frelsi fólks undan óttanum afkomu sína. Ég hefði nú kannski viljað ræða meira stóru spurningarna þegar kemur að verðmætasköpun hérna í dag, samgöngukerfið í landinu, styrki vegna rannsókna og þróunar endurgreiðslur, orkuöflun. En við í Samfylkingunni trúum því að verðmætasköpun sé samvinnuverkefni launafólks, atvinnurekenda og hins opinbera. Og þetta sé allt saman mikilvægir hlekkir í verðmætasköpuninni. Að verðmætasköpunin sé ekki bara afrakstur þess sem kannski kallað á eitthvað hérna, sem einhverju getu skilgreint þröngt sem efnahagslegt frelsi, heldur þurfum við allt þetta að koma til. Að við þurfum að vera með sterkt menntakerfi, sterkar grunnrannsóknir í háskólum og sterkt öryggisnet sem grípur fólk og þá líka til þess fallið að liðka fyrir því að fólk taki áhættu í lífinu þegar það veit að það gripið. Það þetta jafnvægi milli sterkra velferðar og kraftmikillar verðmætasköpunar sem skiptir máli. Sjálfstæðisflokkurinn búinn að stjórna hérna landinu í 10-11 ár. Á þeim tíma hefur fjármagnstekjuskattur hækkað, fyrirtækjaskattur, tekjuskattur lögaðila hækkaði núna síðast hitt í fyrra. Skattbyrði vinnandi fólks, langflestra tekjuhópa hefur þyngst, þetta sýna gögn Skattsins og Hagstofunnar. Nú reynir sami flokkur að hræða kjósendur frá því að kjósa breytingar og rekur kosningabaráttu sem snýst eiginlega ekki neitt nema lyga áróður gegn öðrum flokkum og mér finnst þetta frekar dapurlegt. Við höfum lagt okkar spil á borðið, við erum eini flokkurinn sem hefur sagt hreint út hvernig okkar kosningaáherslur verða fjármagnaðar. Þar erum við meðal annars að tala hóflega hækkun fjármagnstekjuskatts þar sem frítekjumörkum verður beitt til þess að tryggja að skattbyrði millitekjufólks aukist ekki. Frábært, þetta bara við verðum eiginlega að gefa eitt andsvara því að þarna bæði nefndi flokkur og líka áróður í sömu. Já, ég bara orðinn þreyttur á þessu. Það bara flott, það bara andsvör og Bjarni, ef þú vilt svara. Það sem skiptir fólk máli hvað það hefur á milli handanna í lok mánaðarins. Skoðið tekjusöguna, skoðið hvernig ráðstöfunartekjurnar hafa þróast og kaupmáttur þeirra. Hér verið að nota algjörar blekkingar og sama tíma segja aðrir séu að nota blekkingar. Að tala að skattbyrðin hafi vaxið. Já, við erum með progressíft skattkerfi. Þegar að þú ríkur upp í launum þá myndu borga hærra hlutfall launa en í skatt. Og það skila sér til alls samfélagsins. Hvaðan komu þessi laun? Þau komu úr verðmætasköpuninni. Það það sem við eigum við. Þegar við aukum verðmætasköpunina, þetta hækka launin, það skila sér til ríkisins, já, þú borgar eitthvað meira af laununum þínum í skatta, vissulega, við hlífum lágtekjuhópunum og höfum lækkað skatta þá sérstaklega, en þú verður með miklu meiri kaupmátt. Og það hefur í 11 ár hefur kaupmáttur heimilanna vaxið. Þetta það sem skiptir máli. Og við höfum lækkað skatta, ekki hækkað, lækkað. Og við bjuggum til frítekjumarkið
í fjármagnstekjuskattinum Nei, þegar vinstri prósentan stjórnin fór gerir upp. Þegar prósentan fór upp, þá fórum við með frítekjumarkið í 300.000 sem að hlífði öllum almenningi við skattahækkuninni sem að í þessu fólst. Sigríður, viltu eitthvað að lokum frá þér? Þarna, ég meina þið heitið Miðflokkurinn, þið eru þarna langt til hægri, er það ekki? Hvernig finnst þér þetta svona? Já, þetta alveg í samræmi við stefnu Miðflokksins fyrr og nú. Flokkur fólksins, sko, menn það eins og þið sáðu þetta náðan eftir uppstýringu, þannig að mikið fólk kannski á bak við þann flokk. Þannig að menn ekki tapa sér kannski í einhverjum hugtökum. Og ég hef svo sem farið yfir það akkur kannski við erum ekki hærra á einhverja skýrleika stefnu, því ég held að skorti ekkert á hana, en þessar spurningar og það eru sumar þannig að þær bjóða ekki alveg upp á einlít svör. Það sem ég hef eins og var áhyggjur af er að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki nógu miklar áhyggjur af þessari kaupmáttaraukningu sem hefur verið undanfarin ár í þessu að teknu tilliti til þess að landið var lokað og fólk var ekki að vinna og það var ekki að framleiða og skuldirnar að aukast. Þannig að það er fullt tilefni til þess að hafa einmitt áhyggjur af þessu. Það kemur ekkert á skuldadögum. Það sem við erum að leggja á og skiptir mestu máli hér er ekki bara efnahagslegt frelsi, það þarf auðvitað líka að takast á við ríkisfjármálin og draga úr ríkisútgjöldum. Og að því hingað komin, og nú vantar Svandís Svavarsdóttir sé farin, hún myndi klappa fyrir þessu, þá er ég alveg tilbúin að segja það líka við atvinnulífið. Það er auðvitað líka á ábyrgð atvinnulífs, ekki Viðskiptaráðs Íslands, það er gott, apparat. En það er auðvitað allt of oft og búið að vera ágerast á síðasta áratug að atvinnulífið, vinnumarkaðurinn, samtök atvinnulífsins og öll verkalýðsfélögin koma með betlistafinn til ríkisstjórnarinnar, til stjórnvalda í aðdraganda kjarasamninga og óska eftir hverju auknum ríkisútgjöldum. Og ég vil bara beina því til atvinnulífsins að taka nú einu sinni höndum saman með flokki eins og Miðflokknum sem að talar skýrt í þessum efnum og ætlar að draga úr ríkisútgjöldum og verður fullorðinn í forsvari í stjórnmálum á næstu kjörtímabili sem þýðir það að það þarf stundum að tala skýrt og segja bara nei, hingað og ekki lengra. Svo ég hafi þetta ekki allt bara í þessari kirkju hér. Frábært. Þorgerður, vilt þú koma með loka orð og svona kommenta á þetta? Dauða mínum átti ég vonin að fara að taka undir með Miðflokknum og Siggu, en það bara nákvæmlega það sem hún var að segja hér í lokin. Það skiptir öllu máli, velferð og verðmætasköpun, það eru tvær hliðar á sama peningi. Og ég hef verulegar áhyggjur á því, og þess vegna saknaði pínlítið við ræddum ekki líka umhverfi vinnumarkaðarins og kjarasamninga. 1990 þegar þjóðarsáttin er gerð á sínum tíma, það var bara eitt verkefni sem að ríkisstjórnin hafði á sínum tíma. Það var ekki að koma með 80 milljarða útgjaldaaukningu eins og þessi ríkisstjórn hefur staðið frammi fyrir. Heldur miklu frekar var að halda genginu stöðugu. Það var megin hlutverk ríkisstjórnarinnar á sínum tíma að halda genginu stöðugu og við sína ábyrg ríkisfjármál. Og ég held að við eigum að fara aftur í þá áttina. Það eru 3,5 ár, eða rúm 3 ár síðan að við vorum í kosningum. Og það auglýst til að mynda einn flokkur og jafnvel fleiri að Ísland væri lágvaxtaland. Það tók landið það bil 3 mánuði að fara á stað í þessa risavaxtaaukningu. Þannig að það sem við erum að segja, við þurfum einhvern tímann að tala rót vandans. Já, ég er að tala stöðugan gjaldmiðil. Það sem ég hef hins vegar meiri áhyggjur af, ég er reyndar miklu hrifnari af því sem að Háskóli Íslands setti fram, þar sem við vorum ein viðreisn í þar sem var frjálslyndi og markaðshyggja. Síðan voru öll saman í klessu Framsókn, Miðflokkur og Flokkur fólksins og Sjálfstæðisflokkurinn í íhaldsseminni og síðan voru vinstri flokkarnir einhvers staðar í sósíalismanum. Það fannst mér vera meiri lýsing á því hvar við staðsetjum okkur. En það sem ég hefði verulegar áhyggjur af, kæra viðskiptaráð og kæru fórkhólfur í atvinnulífinu, er meðal annars að efnahagslegt frelsi því fylgir meðal annars að hafa aðgöng á mörkuðum. Og núna þegar við erum að sjá meðal annars hugsanlega stefnu stjórnar Trumps að auka tolla, það eru alvarleg tíðindi fyrir Ísland sem að stólar á það að við séum með aðgang á opnum frjálsum mörkum fyrir allar okkar frábæru útflutningsgreinar. Þannig að það skiptir máli að við stöndum og þessi tveir flokkar eru ekki að standa vörðum, ég er ekki að tala um ESB, þeir eru ekki að standa endilega vörðum EES eins og þar hafa verið að tala EES-samninginn núna í vetur. Þannig að mér finnst þetta að vera áhyggjuefni og það skiptir máli að við tölum skýrt þegar kemur að alþjóðamálum og viðskiptafrelsi Íslands í stóra samhenginu. Kæra þakkir, ég get ekki veitt fleiri andsvör, ég vil bara þakka ykkur fjórum kærlega fyrir að mæta og taka þátt í þessum umræðum.
Við vildum upplýsa aðeins svona kannski meira konkrétt mál og ég hef allavega orðið margsvísari hérna. Samhliða þessu gáfu út áttavitann, allar spurningarnar, öll svörin, þið getið skoðað þau á vefnum okkar, waffi.is. Ég hveti ykkur til að gera það og þannig að við getum átt sem svona efnisríkasta umræðu núna í aðdraganda kosninga. Og ég óska ykkur bara góðs gengis í ykkar baráttum og slít fundi. Takk fyrir. Takk fyrir. Kærar þakkir.